Velkomin í Vestan. Í kvöld ætlum við að fara með ykkur í Stykkishólm og kíkja á endurvinnsluna þar. Við förum í Reykholt og hittum góða fólkið sem þar starfar. Skoðum frumsamið leikrit hjá Grundaskólanum á Akranesi. En byrjum á því að hitta Gísla hérna hjá Faxaflóahöfnum. Hann ætlar að segja okkur aðeins að starfseminni hérna. Á Grundartanga starfa yfir 1000 manns. Það mætti síðan 2 eða 3-fald á þá tölu sé allt tekið með. En þarna væri engin starfsemi ef ekki væri fyrir höfnina. Við báðum Gísla hafnarstjóra að fara aðeins yfir þetta með okkur. Hérna á Grundartanga býsna mikil saga. Það náttúrulega örnefnin segja okkur að hérna landnámsgjörð Katanes og keltneskur uppruni og en svona í seinni tíð þá má segja að sagan hafi snúist og taldi seinna stríð þar sem að menn voru hér með herflokk og gæslu meðal annars vegna siglingarna inn í Hvalfjörð. En síðan það frá 1978 sem að fyrsta bryggjan tekin hérna í notkun með járnblendinu og svo aftur ekki fyrir 96 þegar Norðurál kemur og þá hafa bryggjumannvirkin verið að stækka og við höfum verið að prjóna við og með aukinni starfsemi og getum prjónað við reyndar töluvert enn. Þetta einn af kostum hafnarinnar að það mjög þægilegt að gera bryggjur hérna og það mjög gott dýpi fyrir stærstu skip eins og við sjáum hérna við bryggjuna núna. Já, það mikið að vera í dag. Hér eru 3 skip við höfn. Hvað mörg skip að koma hérna á ári? Þetta 300 til 350 skip sem koma hérna á ári og það geta verið 3, 4, jafnvel 5 skip hérna í einu en svo þetta rólegra á milli en þetta gríðarlegir flutningar sem fara hérna Þetta ein stærsta stærsta hafnarsvæði á landinu sem með svona 2 milljónir tonna sem fara hérna á land og í útflutning. Ísland sem eyja verður að byggja á siglingum og flutningum og við erum með gríðarlega Íslendingar með gríðarlega öflugt flutninganet og Grundartangi einn af þessum punktum sem að skipta máli í því efni. Já, og bryggjan ekki bara að þjóna þeim fyrirtækjum sem eru hér, þetta líka annars konar flutningar. Já, það bæði fyrirtækin hér og síðan hérna koma áburður og tilfallandi flutningur en langmest þetta í tengslum við iðjufyrirtækin sem eru þá með innflutning á hráefni og síðan útflutning á áli og kísiljárni. Og ég nokkuð viss það að þessi þróun mun halda áfram, það mun verða hér ákveðin þróun. Við höfum verið að horfa mikið á Grundtangasvæðið sem atvinnusvæði og viljum tengja þá starfsemi sem kemur ný við flutninga þannig að hafnarmannvirkin nýtist og við sjáum það að það kannski vara sem ætti að vera hérna frekar heldur en í höfuðborginni, svona þolinmóður flutningur sem væri æskilegt að vera ekki að fara með inn í umferðinni í borginni og ég nokkuð viss að sú mun verða þróun í framtíðinni en við þurfum að gera þetta þannig að það sé svona gætt hagkvæmni og við þurfum að horfa líka á að þróunin á svæðinu verði eins mikið í sátt við okkar nánasta umhverfi og þess vegna erum við með umhverfismál okkur ofarlega í huga. Vissulega alltaf umhverfisspor af mannanna verkum og ekki síst á iðnaðarsvæði en það dregur ekkert úr okkar skyldu að lágmarka þau umhverfisáhrif eins og mögulegt Faxaflóahafnir, þær ekki bara hér, þetta fyrirtæki teygir úr sér víða. Já, hafnir svona innviða fyrirtæki sem eiga að mínu viti ekki að lúta hreppamörkum. Þetta innviði sem skipta þjóðina miklu máli og við höfum tekið þetta skref, tókum það 2005 að sameina Akranes höfnina, Grundartanga og Reykjavíkurhöfn í eitt fyrirtæki til þess að ná út ákveðinni hagkvæmni og hafa einhverja framtíðar hugsun hvernig við mætum best nauðsynlegu flutningum inn á svæðið. Það hefur tekist býsna vel en menn þurfa að hafa þetta í huga í auknum mæli að svona innviðir ekki einkamál sveitarfélaga eða einstakra sveitarfélaga, þetta þarf að þjóna landinu öllu og stærra landsvæði heldur bara einu sveitarfélagi.
Það má segja að höfnin náttúrulega algjör lífæð í störfum hérna. Já, það án hafnarinnar væri ekki nein starfsemi hérna en þetta hefur auðvitað atvinnulega skipt gríðarlega miklu máli fyrir sérstaklega Akranes í gegnum tíðina en núna með Hvalfjarðargöngum og stækkandi atvinnusvæði norðan og sunnan fjarðar þar sem að hlutirnir eru að verða miklu meira sameiginlegir heldur en þeir voru að þá skiptir þetta líka máli fyrir höfuðborgarsvæðið. Þannig að ég held að við höfum eftir að sjá í framtíðin að það verði meira og meiri samþætting starfseminnar hérna norðan fjarðar og inn á höfuðborgarsvæðið.